hópverkefni 2 er svona öðruvísi en hópverkefni 1 að því leyti að það snýst ekki útlit eins og sést hér á mínu forritara útliti. Heldur snýst það það að vinna í þessu hugafari að við erum að sækja gögn einhvers staðar frá og við erum að sækja bara frá vefþjónum sem að keyrir verkefnið okkar, en við erum með því að svona mimika það að við séum að sækja eitthvað í gegnum einhverja þjónustu og birta það á skjá. Þannig að við erum í rauninni að taka hérna gögn sem eru hérna gefin í fyrirmyndinni eða í þessu. Þannig að við erum með eitthvað JSON-skjal hérna sem að skilgreinir vídeó. Þetta eru 6 vídeó hérna og síðan eru skilgreindar kategóriur þar sem eru einhver titill og síðan einhver vídeó. Þannig að við erum hérna með í þessum hérna kennslumyndbanda kategóriu, þá erum við með þessi hérna myndbönd í þessari röð. Og þau myndbönd eru hér og hvert myndband hefur ákveðin lýsigögn og það er titill, lýsing, hvenær var búið til, hvað er langt, hvað er póstermyndið og hvað er vídeóið þess og hvort það eigi sér einhver tengd myndbönd. Þannig að þessi gögn eru lesin upp og þau eru birt hér. Þannig að þau eru tekin og þau eru búið til í raun fyrir þetta, allir þessi hlutir. Og síðan þegar ég smelli á eitthvað af þessu, þá fæ ég hérna, í raun fer ég yfir eitthvað video.html síðu sem er með eitthvað ID hérna og ég fæ upp vídeóið og þá er þetta hérna í raun vídeóelement, en ég get síðan búið til hérna eitthvað sem að lætur vídeóið spila. Og svo er hérna tengd myndbönd, það er aðeins hérna eitthvað klikka mér, en ef við förum hérna í eitthvað fallegt náttúrulífsmyndband og við kveikjum á því, þá er það ekki menninu hljóði. Þá sjáum við hérna, við getum ítt á pásu og við getum ítt á play og þá kemur aftur þetta overlay hérna núna. Við getum mutað eða afmutað, en það er ekki hljóð hérna. Við getum hoppað 3 sekúndur tilbaka. Ef við klikum aftar og fyrir alveg í byrjun, þá erum við bara á byrjuninni. Og saman við getum hoppað 3 sekúndur áfram í myndbandinu. Og ef við komum á endan, þá bara erum við kjör á endanum. Þannig að við getum farið hérna á okkur partíi, svo getum við ítt á þannig hérna glugga. Þá fáum við í full screen og þá sjáum við það hérna. Og hérna fáum við bara control frá vafranum. Svo getum við farið úr þessu og svo farið til fram og tilbaka hérna og farið hérna Big Bunny. Já, þannig að þetta er verkefnið ásamt því í raun að setja upp öll tólin. Þannig að það er í raun Stylind, ESLint, það vantar hérna náttúrulega SAS og Stylind, Babel, Rollup, Processing, Concurrently og skriftu síðan til þess að láta þetta allt saman virka. Þetta er sett á GitHub og þið haldið bara áfram eins og þetta hefur verið hjá okkur í hópverkefni 1. Og þarna er eins og þegar voru komist að þetta að skipta upp verkefninu og svona, en þá er aftur einhver sem setur upp verkefni, setur upp einhver ákveðin tól, einhver sem setur einhver SAS-hlutan, stílahlutan, einhver sem setur JavaScript-hlutan. Síðan getur þið skipt upp bæði CSS-inu og JavaScript-inu, þannig að einhver getur til dæmis einbeitt sér að útlitinu, einhver getur einbeitt sér að útlitinu á forsíðunni, einhver getur útlitinu á spilaranum og því, einhver getur gert kóðan fyrir spilaran, einhver getur gert kóðan fyrir forsíðuna. Og þetta verkefni er sérst núna og þangað til í raun bara lok annarinnar og ég mun þá nýta þann tíma ef það er einhver auka tími þarna þess að vera til staða fyrir ykkur og svo út af því að við skerum út þetta senasta verkefni þá opnast þarna í raun heil vika þar sem er ekki dæmi sem það þarf að skila, þar sem þið getið í raun fengið aðstoð í dæmatími við þetta verkefni. Og það gildi það sama með önnur verkefni. Þið þurfum ekkert endilega að klára þessu fyrst, en ég mæli með því að fara og skoða og prófa og lenda á fyrsta vegnum til þess að geta í raun spurt spurninga fyrr en seinna. Þannig að ég eftir eitthvað aðeins að uppfæra hérna, þetta er ekki alveg fullkomið hjá mér, en ég geri það núna á næstunni. Þetta er hópverkefni 2.